Í dag ætla ég að nýta Caddis. Caddis sem hann notar svo kallar extended body. Það er vídeó hérna á YouTube-inu hjá mér þar sem ég sýni hvernig ég nýti svona extended body og ef að ég klúðri þessu ekki öllu saman þá ætti að koma linkur hérna einhvers staðar hérna eða hérna sem að þið getið smellt á og sé hvernig ég gerir svona extended body. Nú ef það kemur ekki, sem er alls ekki garanterað, þá hvet ég ykkur bara til að skoða rásina. Þetta vídeóið er þarna einhvers staðar. Allavega, ég kom í krók í væsinn, krókur frá Arex sem heitir Superdry, F22525. Þetta er barbless útgáfan. Allt saman í ykkar höndum að sjálfsögðu hvort sem þið notið, en ástæðan fyrir að nota þennan krók er að leggurinn er fremur stuttur og bugurinn er mjög djúpur, þannig að við getum nýtt svona, þetta svona eiginlega kemur í veg fyrir að maður hlaði of miklu hérna á fluguna, þar að segja að því að leggurinn er svo stuttur og þessi djúpi bugur hjálpar henni að halda svolítið jafnvægi á vassfletinu. Nú ég ætla að nýta þennan Caddis með svörtum þræði. Þetta er bara classic vaxt frá Semperfli. Ekkert að vera að flækja hlutina neitt. Byrja bara á því að festa þráðinn og ég ætla ekki að fara lengra með þráðinn heldur en svona. Ég ætla að hnýta fluguna á þennan hálfa sentimetri hérna og svo ætla ég bara að leyfa króknum að njóta sín hérna niður. Nú fyrsta efni er hið margfræga extended body og ég er búinn að gera hérna kláran stubb og ég er reyndar með gott safn af þessu hjá mér. Ég geri alltaf nokkra í einu. Í þessu tilfelli ætla ég að nota gráan, það má sjálfsögðu breyta litnum eins og þið viljið. Ég vinn mér oftast aðeins í hæginn ef ég er að fara að hnýta mikið á svona flugum og hnýti kannski 10, 15, 20 svona foam extended body. Allavega, góð saga. Ég er með hérna 6 liði, það eru kúlurnar hérna og það er kannski í það mesta, þannig að ég ætla að hnýta þetta niður hérna á sirka við lið nummer 6. Svona. Og þá fer ég bara hérna yfir svampinn með þráðinn og klippi síðan armana hérna í burtu. Ég er ekkert að hafa ágjörð að þetta er eitthvað skakt á þessari stundu, það kemur bara, við lögum það seinna. Svona, og að því ég hnýtti búkinn með nanosilk, þá er ágætt að nota hérna rakvélablaði til að losa sig við það svo við klárum ekki skærin. Tryggjum þetta bara vel. Ef þið eru í stuði, þá má alveg setja smá sapp. Svona. Leifum við þessu aðeins á þarna. Næsta efni, það er natural squirrel, bara íkorni, mjög venjulegur, náttúrulegur. Þetta döbb frá Vapsi og er algjör snilld, sennilega mitt uppáhaldsdöbb í svona þessar náttúrulegu flugur. Hérna Caddisa og héraeyra og alls konar. Og það sem ég ætla að gera er að því að ég vil hafa búkinn dálítið loðinn og dálítið svona spiky og svolítið viltan, þá ætla ég að splitta þræðinum og ég er með svona tól hérna. Þetta er frá Smine eins og þið sjáið, fæst í flugubúlunni. Og mæli mikið með ef þið eruð að splitta þræðinum að sjálfsögðu hægt að gera dubbing lúpu, en þetta er svo lítill leggur hérna að ég svona reyni eins og ég geta að
setja eins lítið að þræði og ég get á fluguna. Þá hjálpa mér að halda því í lágmarki að splitta þræðinum. Ef við gerum lúpu þá setjum við náttúrulega tvöfalt magn af þræði. Nú, þetta er mjög basic, splitta þræðinum og setja hérna smá íkorna inn í þráðinn. Og svo sný ég kefliseldunni og læt þráðinn læsa döbbin inni. Ekki gera of mikið, ekki snúa of mikið, þá slitnar þráðurinn undan átakinu. Og þegar ég er sáttur, þá er ágætt að banka svona aðeins í þráðinn til að losa þessi allra lausustu hár. Svo byrja ég bara að vefja og það er ágætis regla að nota vinstri hendina til að draga hárin aftur. Svona. Bustum þetta aðeins út. Ég vil hafa búkinn svona. Á minni flugu að minnstakosti þið með að sjálfsögðu gera þetta eins og ykkur sýnist, en mér finnst fallegast og skemmtilegast að hafa fluguna svolítið svona villta. Nú, næsta efni það er vængur og ég geri hann úr CTC. Þetta er náttúrulegt CTC, það er að segja að það er ekki búið að lita og ég er með hérna eina fjöður, en í svona væng þá er ágætt að setja 3 til 4 fjaðrir bara til að gefa honum svona aðeins meira kjöt á beinin. Það kemur til með að hjálpa flugunni að fljóta til muna. Mun betur þar að segja. Nú, hérna er ég búinn að setja saman 4 fjaðrir. Ég er búinn að leggja þær allar upp í hvora aðra. Það er svona smá kurva á fjöðrunum. Það er ágætt að láta þær liggja allar í sömu kurfunni. Þá leggjast þær aðeins betur. Svo miða ég bara lengdina við. Ég vil hafa vænginn örlítið lengri heldur en skottið, eða búkinn þar að segja. Átakið á þræðinum á að fara beint niður þegar við festum vænginn. Ef maður setur átakið út á hlið, eins og maður er svo gjarn á að gera, þá tökum við vænginn með og þetta skekkist allt saman. Þannig að við viljum átakið beint niður. Nei, þetta er ekki eins og það á að vera. Stundum kemur þetta fyrir að hlutirnir lendi ekki akkurat eins og þeir eiga að gera. Það reynum við bara aftur. Vængurinn fannst mér örlítið of langur. Aftur átakið beint niður. Svona, þetta er næri lagi. Og tryggjum við þetta bara aðeins betur. Síðasta efnið í þennan kattis verður meira CTC og við ætlum að, eins og svo ofta áður, að splitta þræðinum. Ég er búinn að koma fyrir CTC fönum, búinn að taka þær af stilknum og búinn að koma þær fyrir hérna inn í klemmunni minni. Þið sjáuð fjaðrirnar hérna og ég ætla að splitta þræðinum, setja fanirnar inn og
snúa síðan. Þannig að við fáum svona svolítið mikið líf. Þið sjá hvernig það kemur út. Mér finnst það skemmtilegt. Gefur flugunni svolítið skemmtilegan prófíl á vassfilmunni og hjálpar henni að sjálfsögða að fljóta líka, þar sem að CTC er náttúrulega alveg magnað þegar það kemur að því. Svona snýs og kefliseldunni og held bara við þráðinn. Þetta er ekkert sem ég hafði ekki séð áður. Þetta er alveg eins og þegar við gerum songer, kraga úr kanínusonger. Þetta er bara nákvæmlega sama. Svona, nú þarf ég að passa mig. Vængurinn er aðeins að kráta hérna auga hjá mér. Þannig að ég þarf að passa mig þegar ég geri kragan að gefa mér þennan 1 millimetr hérna fyrir aftan auga til þess að klára fluguna. Ágætt að hafa það í huga. Og eins og með dubbið áðan, ágætt að nota vinstri hendina svona til að hafa hemil á þessu. Draga farlindan alltaf aftur. Og klára svo með eins fínum haus og þið getið. Svona. Nú, ef að auga hjá ykkur er eitthvað skítugt, þar að segja að það er eitthvað efni, eitthvað CTC eða dubbi eða eitthvað slíkt sem er að fara yfir það. Þetta skiptir þetta náttúrulega ekki öllu máli. Ég meina, augað er ekki stíplað. En ef þið eruð algjörlega að deyja úr vandvirkni, þá er ágætt að nota bara kveikjara. Svona. Nú, síðustu. Gott að lakka svona fína flugu. Svona. Extended Body Caddis. Þessi fluga flýtur allan daginn. Það er ágætt að nýta kannski 2-3 fjórar og ef þið takið fisk á hana, geyma hana kannski einhvers staðar í jakkanum, einhvers staðar sem sólin skín á hana og hún er orðin klár í næsta fisk eftir nokkra mínútur. En Extended Body Caddis klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.